Ómar Ragnarsson, gjör svo vel, þú ert næstur. Já, formaður gott ráðsfólk og aðrir sem að heyra og sjá. Mér finnst þetta áhugaverð umræða sem Pétur að koma hér á stað. Ég varaði nú reyndar viðinni hér fyrr, hvort við myndum falla á tíma, en við erum komið það langt í þessu að mér finnst einhvern veginn að nú sé að skapast tími til þess að við tökum þennan slag. Hverjir eru kostir og hverjir eru gallar þess að forsætisráðherra sé kosinn beint. Við sjáum kostina. Þjóðin velur þennan valdamesta mann landsins beint, það finnst mér framförin og þetta skapar ákveðin möguleika á því að hér verði meiri samstarfsvilji á milli þess að forsætisráðherra og þingsins og við tökum að vísu hann út fyrir þingræðið, en mér finnst það alveg hægt að taka þessu umræðu. Gallinn við þetta sá að stundum hér sveifla í stjórnmálum og getur verið að það sé komin allt annar grundvöllur í þjóðarsálina og jafnvel á þingi heldur en var fyrir kannski skömmu síðar. Og þá spurningin hvort að muni vera nokkuð leið fyrir svona forsætisráðherra að starfa með þingmeirihluta sem jafnvel á algjörlega öndverðum meiði við hann. Við skulum bara skoða hvernig þetta verður reynst í öðrum löndum og hvert þetta leiðir okkur. Ég held að hugsanlega höfum við tíma til þess úr því að búið að framleggja starf okkar að liggja pínlítið í þessu. Í sambandi við utanþingsstjórnir að þá ætla ég enn einu sinni að minna á það sem ég rakti á síðasta fundi að ég tel að við verðum að hafa einhvern neyðarheimil þar. Sjáum hvernig ástandi var 1942, menn segja að það kom ekki fyrir aftur, það getur vel komið fyrir aftur. Núna til dæmis allt upp í loftið í Finnlandi og þingi getur ekki komið sér saman eitt eða neitt. 1942 satt þing sem hafði veitt sjálfum sér ólöglega heimild til að sitja einu ári lengur heldur en sagt var og afsakaði sig með stríðinu. Látum það liggja milli hluta. En vegna óróa sem þá var í stjórnmálum og kjördæmabreytingar þá voru tvenna kosningar 1942. Þennan tíma sem tók að koma stjórnarskrárbreytingunni í gegn satt minnihlutastjórn. Síðan var ósætti á milli tveggja helstu oddvita í íslensku stjórnmálafylkingum, Ólafs Thors og Hermanns Jónassonar. Eiðrofsmáli svokallaða, algjört vantraust á milli bæði fylkinganna og þessara tveggja. Ljóst var að minnihlutastjórn Ólafs gat ekki setið áfram sem starfsstjórn. Það var útilokað. Sömuleiðis að þeir sem hefðu staðið með Ólafi og Sjálfstæðisflokknum að stjórnarskrárbreytingunni gátu enga megin hugsa sér að mynda stjórn eða koma með annað forsætisráðherra efni með Hermann Jónasson sem oddvita. Þessi tveir menn voru sem sagt tvö eitruð peð í stöðunni. Eina ráði sem þá fannst var að skipa utanþingsstjórn og ég tel að við verðum að ganga vel frá því í þessari stjórnarskrá hvernig slík utanþingsstjórn skuli verða skipuð sem algjör neyð því að við vitum að ef við felum þinginu og forseta þingsins það vald sem við ætlum að gera hérna núna að þá mun þetta lagast en við getum aldrei siglt frá því að það komi upp eitthvað skrítið ástand eins og var 1942 og getið ímyndað ykkur hvað Hermanni Jónassyni og Ólafi Thors langaði mikið til þess að vera forsætisráðherra á Alþingi á Þingvöllum 1944. Hvorugur þeirra gatað utanþingsstjórninni þótt hún verið utanþingsstjórn vegna þess að var búið að halda tvennar kosningar átt að fara að halda þriðju kosningar þar. Það var heldur ekki hægt. Þjóðin var búin að fá nóg af kosningum með skömmu millibili. Utanþingsstjórninni tókst að koma í gegn tvennum fjárlögum og heilli lýðveldisstofnun. Meðan að þinginu tókst þetta engan veginn. Þrátt fyrir að gulróti héngi fyrir fram að þá hvað væri nú gaman að þingi gæti gert þetta. Þannig að ég verða ítreka það sem ég sagði, ég fagna því að nefndin ætla að hafa það í huga að spinna áfram með þetta. Hvað snertir það að menn eigi að sitja ákveði tími í valdastólunum, þá er ekki bara endurnýjunni sem þar vald spillir og mikið og langt vald gerspillir. Ég spyr bara hins vegar hvort að akkur á að hafa styttri tíma fyrir venjulega ráðherra heldur en forsætisráðherra. Í fyrsta lagi, það er rök fyrir því með og á móti, ég tel þetta að vera bara sami tíminn. Ég tel enga hættu á að forsætisráðherra myndi allt í einu skipa 25 ráðherra ef að ljóst að þeir fara allir af þingi á einu bretti. Ég held að það seti undir þann leka. Sem sýnir reyndar að þessar tillögur sem við erum að móta hérna, það þarf að máta þær allar við hver aðra og reyna að sjá hvernig verður lausnin eins og þeirra verður að tefla skák. Takk.